Hvað heldur Young Thug sem búin að gefa út margar plötur á 6 árum? Máttu ekki tjekka því. Ok, þetta síðan sérst... Þú mátt ekki byrja að tellja, bara giska bara núna. Nei, leið mér aðeins, ég ætla ekki að tellja, ég ætla alltaf að hugsa aðeins. Þetta síðan Barter 6, þarna? Það var fyrsti diskur sem ég hlusta á. Já. Þá var hann búin að gefa út 6 diska. Hann er búin að gefa 13 diska. Já, og það tellja það fyrir þig. Já, þetta er bótt að tellja upp eitthvað singles og eitthvað. Nei, þetta er bara, sko, hann er búin að gefa út Barter. 13 diska, er hann ekkert að gera neitt? Síðan er hann búin að gefa út hana I'm Up. Tilbúin að vera. Já, ok. Veit það samt ekki alveg. Miko Thuggin, það er Mikos og Young Thug. Og síðan gaf hann Slime Season 3, Jeffrey. Slime Season 3 er eitt besti hip-hop diskur allir tíma. Hann er svo glaður. Það er ekki, mest Young Thug ekki ennþá búin að gefa út lélan disk, eða disk sem ég get ekki hlusta á. Ég samt, eins og Miko Thuggin man ég ekkert mikið eftir, sko. Ég verður ekki að hafa nokkar diskar sem að ég fikk ekkert. Ok, Jeffrey, Beautiful Thugger Girls, sem er einn af mínum uppáhalds. Hann er bara einn af mínum minnst uppáhalds. Það? Vá, ég elgauð, það eru lög á þeim disk sem eru, hérna, eins og þetta lag. Illalag. Og líka, gauð. Amazon. Ég dýrka þetta út, sko. Herru, byttu það meira. Það er Super Slimy, sem er Future Young Thug. Ég dýrka hann. Slime Season 4. Slime Language, sem er, þú veist, fyrri diskurinn af af þessu svona, þú veist, collab-dæmi, skilur, þú veist, endalustaliði. Síðan er So Much Fun, sem kom úr 2019. Síðan er Slime and Bee, sem er Chris Brown. Ég sammálar. Af hverju er Chris Brown í einhverju? Mér finnst það ekki síðan, ok? Og síðan var Slime Language 2 að koma út, sem ég er bara búin 4 lög eitthvað, en ég þarf bara að taka þetta allt í gegn. Ég gæti bókstaflega hlusta bara á Young Thug og vera bara ánæður með líf mitt. Já, ég veit ekki hvað þú sér þannig líka, en ég býti í eitthvað, svona eins og bara Young Thug eða eitthvað og hlusta á hann bara straight í mánuð. 100%. Og svo býti ég eitthvað Future eða eitthvað og hlusta bara á hann. Hvaða lag? Veistu hvaða lag ég er búin að hlusta ógeðslega mikið? Nei, mikilvæg meina. NBA Youngboy. Outside Today. Nei. Það er ekki alveg. Þetta lag. Já. I feel like I'm Gucci Man in 2006. Hversu mikið fílar NBA Youngboy? Gæðist mikið. Ég var, sko... Mér finnst þetta, ertu búin að... Veistu hvað, ég byrja að hlusta á hana góður. Þú veist, ég heyrði þann... Þú veist, hann að deyta dóttum Mayweather. Veistu, ekki, en það sem ég ætla að segja er... Ég heyrði þann bara sem feature í einhverju lagi. Ég var ekki, ég var alltaf... Heyrði hann bara feature í Migos-læginu? Nei, það er geðveikt og líka vídeo já, var ekki Don't Be Menace jú, Don't Be Menace en sko ég heyrði þann fyrst í þarna í Da Baby laginu sem hann er featuring í geðveikt lag, ég man ekki hvað heitir samt allavega, og síðan, að ég hef oft heyrt þetta nafn, NBA Youngboy eða Youngboy Never Broke Again, ég veit ekki hvort segir maður meira bæði Já, þú veist, ég segi alltaf bara NBA Youngboy, sko. Það er auðveldra. Mér finnst þetta svona ógeðslega nett rap. Never Broke Again. Já. Það er sko, mér finnst alltaf þessi gæi vera með, hann er með mesta attitútið af öllum. Da Baby, maður. Ég er ekki sammála. Gauir, ertu búin að hlusta á diskarnas? Ég var að hlusta á, sko, hann var í yfirheyslu í Miami. Ég hlusta á alla yfirheyslu. Da Baby. Já. Ég meina, þú veist, ég skal gefa hann til Baby það, hann er alveg gangsta og eitthvað svona, en... Ég er hann gangsta, skautan, bara að drepa hver. Og hann var í Miami, búin að vera að lemja út gaur og hann var eitthvað, þú veist... Þetta var gaur sem að... Ætlaði að borga hann fyrir sjó og eitthvað. Nei, þetta gaur sem að draf. Það var eitthvað í mollinu. Þetta er 2 mismunandi hluti, sko. Já, það var eitthvað í mollinu og gaur sem ætlaði að drepa hann. Já, það var self-defense. Já, veist hann... Það svipa á Gucci minna, eitthvað. Já.
Mér svo geðið gútt sem að drepa eitthvað á tippinu. Yeah, I'm a murderer, man, and I don't believe in violence. Hann sagði þetta í ykkur leið og ég bara... Já, eða veist... Draf líka bara vinast Jeezy og ég var svo mikið Jeezy. En það var líka gaur sem kom inn til hans þetta var náttúrulega... í svefni, bara set up dæmi, Já, set up. skilurðu. Þannig að það helladótt. En með Youngboy, ég fíla við hann. Fyrst var ég alveg, ég er ekki alveg að kaupa hann. Geðveikur. Hann alltaf gerir 3000 lög á dag. Já, en mér finnst bara, veist, eins og þetta lag sem við vorum að hlusta á, hérna, Makes No Sense, veistu hvað ég fíla mest við þetta lag? Er þetta... Hvað er þetta lagið með honum og Lil Wayne? Þetta er meina þetta. Make no sense. Þetta hefða Make no sense, boy. Og hérna, það er svo mikið attitúd í þessu. Ég var einmitt að hugsa, ég var að keira ekki að hlusta á þetta lag og ég var bara, já, það er attitúd í þessu sem að er að ná mér svona Já, sko, og líka bara að segja svona stúpir línur sem er svona hann er fucking hilarious heimskulega línur sem er ekki heimskara þegar það er svo útpældar eru svo gæðugar eins og hérna að segja hérna I feel like I'm Gucci Man in 2006 og líka Gucci Man in 2006 var bara fucking dópar og stórhættulegur það var að vera að tala sko ég flettis Boogeyman of hip-hop nei, ég flettis upp út af hverju hérna er þetta hann fekk sér ísinn? Nei, þetta er út af því að hann slappið eitthvað mál þú veist og meiningin bak við þetta er að feel lucky þú getur farið í hana Urban Dictionary og flettis upp sko ok, en máli er að hann alltaf er svolítið mýmaður þessi gæi ég veit ekki hverju, en mér fannst eitthvað ógst að fyndi við að ég sá eitthvað svona vídeo, hvernig NBA Youngboy fans myndi bara morgumat og því ef þú séu eitthvað vídeo með honum eða eitthvað Sorry, ég ímyndum með NBA Youngboy sem opnar appið sem svo Þetta er mjög gott sko en þú veist, þetta er ástæðan okkur mér að hann mest aftur hann er svona gæði sem ég ímynda sér að myndi bara svona öskra á mömmu sína Fílað þú hérna Lil Baby? Já, ég fíla hann mjög vel Ég er ekki búin að kveikja á hann sko. Það tekur pínu tíma en það voru Hvað, að því mér sko bara, hei, ég er að hlusta á Lil Baby fans og ég er bara hljómaðina old as fuck ég er reynum með besta, sko ég heyri ekki attitúti í honum Nei, máli er að attitúti hans er safna pening ekki vera heimskul mér finnst það alveg frekar cool mér finnst það vanta pínu en mér finnst það bara svo fucking góður í því að rappa á svona modern hátt mér finnst það einhvern veginn ég veit ekki, ég er ekki ennþá búin að uppáhaldsgauður minn er Da Baby til og með svona en að því að þú veist mér finnst það vera svo mikill rappari mér finnst það sko já, sko segi ég var að gefa út bara en við kunnum alltaf að hafa gáð by the way, áður og höldum áfram ég var að gefa sjálfum mig sjálf út já, góð með ég var að gefa út lag ég var að gefa út lag það heitir Tossi, það er inn á Spotify og veistu hvað mig þykir vænt veistu hvað er besta auglýsingin er þegar að fólk dreifir lögunum áfram, skilur þegar að fólk í staði fyrir maður sé að tróða sér og gera sponsored ads og það er bara þegar fólk sem að hlustar á mann setur í story og þarf ekki eins og standa eitthvað ég elskar lagið eitthvað bara setur í story og tagga mann eða tagga mann ekki skilur og setur bara svona eld-emoji hjarta-emoji eða eitthvað dreifir í þannig að það er svo margir ég hef oft bara tjekkað á lögum að því ég sá það í story hjá einhverjum og hérna þannig að ef þú ert að hlusta og þú fíla lagið ég er ekki að beða þeim að dreifa áfram einhverju dóti sem þú fílar ekki skilur mér finnst það líka grillupæling en ef þú hlustar á þetta er svona þetta er rólegt og romantíst hérna, ekki romantíst Nei, ég spöði, þetta er ekkert romantíst Já, þetta er rólegt Þetta er svona melankólía og gleði á sama tíma skilur, þetta er svona end of the world skulum bara gera gott úr þessu Er þetta lag Já, ok sem gerir með Þormóði og Helga Samhætti og þetta er af plötun sem ég og Helgi erum að fara að gefa út sem að í raun og veru ætti þessi plata þó hún verður gefin út sem MC Gauti og Helgi Samhættur Er Helgi eitthvað að rappa að syngja þessu lagi?
Ekki þessu lagi, Nei, hann bítinn. En í raun og veru ætti þetta projekt að eiga sitt eigin nafn af því að þetta þú veist, ég myndi segja að sko MC Gauti sem eitthvað svona rap gimmick sé það bara setti hliðar í þessu verkefni sko. Ég myndi þetta aldrei, en ég myndi þetta aldrei breyta setja eitthvað nýtt nafn. Nei, en þú veist hvað ég meina. Það ætti að vera einhver svona undirskrift. En mér finnst það svipa undirfyrirsögn, skilurðu? Mér fannst þetta með Lil Wayne, þegar hann gerði þarna rockplötuna. Sem versta plata sem hefur komið út. Já. Hún er hræðileg. Við verðum sammála það. Versta plata sem hefur komið út? Já, við erum sammála sem léleg. Já, ég held að það sé allir sammála það, en það er alveg eitthvað góð lög þarna, svona. Já, en þú veist. Þetta var hræðileg plata. Bara heildina, skilur. Mér er samt nýjustu plötunars M&M 10 svona leðalari. Sammála. Ok. 100%. En Lil Wayne, hann gáði eitthvað svona rockdisk og þá var hann bara Lil Wayne. Og breytti bara svona ásýndinni sem mér veist þú verið að gera hvort þið er. Já. Þú veist, maður bara einhvern veginn rúlar áfram og gerir nýja hluti og En langaði ekkert, ég er búin að heyra mikið á þessi disk. Langaði ekkert að fara í eitthvað svona The Baby shit, eða? Það sem ég meina, þú veist, er núna eftir að hafa tekið svona project. Já, veist, mér langar, veist, ég bara sem ég rap, ég er alveg 100%. Já, svona, þú veist. Í grunninn finnst mér alltaf gaman að gera rap, skilur. Er það ekki skemmtilegast? Eða, þú veist, ég skal útskýra. Skemmtilegast, þess að þú hafi gaman að því, meðan að hitt kannski gefur mér það. Feel me? Það er, mér finnst skemmtilega að taka æst rapplag á tónleikum heldur en rólegt lag. En hvort er skemmtilega að, ég hef spáð í þessu því að... Mér er skemmtilega að taka frekar óþekkt, mjög hart lag á tónleikum heldur en mjög þekkt, vinsælt, mjög þekkt rólegt lag, skilur? Já, ég kaupi það alveg, sko. En ég fór að spá í þessu daginn þegar, þú vorst að senda mér eitthvað svo lögum. Að mér varst að gegja, mér varst að líka mjög svona, þetta var mjög persónlegt og djúpt og svona og sum svona gæs og hafa lög ykkur, en ég hugsaði smástund bara svona, ég reyndi að koma mér í þín spór og ég var að gera þetta lag og ég er að fara að sýna ykkur þetta lag bara svona, hei, langar að heyra lag sem ég var að gera og sestu niður og svo kemur bara eitthvað svona, bara beint frá sálinni, fattaru ert þú bara svona ég er náttúrulega svona að kinga kolli svona jamma með, þú veist er það gráta ég get aldrei hort í augun á fólki að sína fólki er það nokkuð? Nei, ég get það ekki mér finnst það sko, þegar maður er að sína fólki mér finnst mjög gaman að sína fólki lög en mér finnst þægilega að fólk sé ekki nálægt mér er það ekki? Jú, en þið langar samt, þú verður heldur að flug og vegg já, auðvitað helst var, að því, sko, ég fæ ég er með lítinn ring af fólki sem ég sendi lög þú ert inn í þessar ring hell yeah og ástæðan fyrir því að ég sendi á manneskjur sem ég veit að mun ekki gefa mig jákvætt feedback bara til að gefa mig jákvætt feedback og síðan á ég líka alveg 2 vini sem að ég veit að gefa mig jákvætt feedback og ég er einhverju fílu og sendi á þá, skilur en besta er bara að senda einhverjum og fá bara já, þetta er nice en ég myndi ekki gefa þetta út eða bara, þetta er hræðilegt eða það má laga þetta en það er svona sko Jói, sem vinnur byggi með mér músík, Jói Redlands hann sendi mér, ég sendi mér bara eitthvað dót og hann segir bara þetta er ömulegt eða bara, þetta er flott eða hann segir, textin er góður, beatið er hræðilegt eða beatið er gott já, ég ætla að segja það, hann hlýtur að fylgja sér eftir með eitthvað svona constructive já, hann er ekki bara, þetta er drasl, next nei, það er jákvæð uppbygging en eins og ságæði hann vil alltaf heyra, ég er ógeðslega að finna hann bara, þú verður að semja meira partí ég alveg, I don't feel like it núna, skilur nei, ég verður að feel like it ég er nefnilega held og getur ekki gert gott partilega nema ég feel like it sko. það er ekki, á meðan það er ekki partí það er þetta ímynda sér það eitthvað það er ógeðslega erfitt að ímynda sér partí ef það væri allt í gangi og ég væri bara að fara að spila þjóðatíð sumar og ég væri bara, þú veist, það væri fólk að endalaust að eitthvað afreima skóna mína á sjói og ég væri bakvið og þú veist, það væri mikið partí, þá væri auðveldur að semja rap núna. Finnst eitthvað mér finnst mjög erfitt, síðasta ár er ég bara búin að vera heima, ég er frekar blankur og þú veist, það er ekki eitthvað motivation í að semja eitthvað fokkin, eitthvað, yeah, ok
Veistu hvað það Já, og ég líka Þannig að leggja hérna með pening og bjóða mér í partí. Nei, mér finnst ég líka finna það þegar að artistar ekki á staðinu sem þið segjast þarna. Veist ekki smá hvað við? Þetta tala með eiginlega alla sem að gera rap. Nei, þú veist, mér finnst það með fyrsta platan hjá flestum rappurum vera skemmtilegasta platan. Út af hverju? Það var þannig fyrsta stúdíóplatan. Já. Þú veist, þá er þið búin að svona, þeir búin að fá smjörþefina eða meika, þeir ennþá pínu strít samt. Já, er svona að tala að þeir sé að fara að meika. Það er svo motivating. Þú veist, eins og bara Thug Motivation 101, finnst mér geggja dæmi. Mér finnst Barter 6 með Young Thug, klikka dæmi. Geggjaplata, sko. Já, þú veist, manstu líka eftir lagið sem hann tók með T.I. Ég er svo lélegur að muna svona. Já, ok, en allavega, þú veist, þessi gæir hann er geggjaður en ég fíla svona freshman plötur sko. Þú veist, eins og Game hvað heitir hann dokumentary það sem situr á dekkinu frá hann það er svo góð og Get Rich or Die Trying geggjuð plata, fyrsta Eminem plata Er það að tala um Marshall Mathers? Nei Er það bara Eminem? Nei, Slim Shady LP, já hún var geggjuð Já, hún var klikkuð en hún er samt, það er aðeins öðruvísi dót sko, það er ekki svona Nei, en þú veist Hvað fleiri, fyrstu rapplautur sem eru illar hvað Ég skal sjá hvort ég get fundið eitthvað lista má ég samt við erum ennþá inn í Best Freshman Rap Albums Já, ég teka GC þarna á Fílar ekki GC, eða? Ég hef bara ekki hlustað mikið á hann og þú Hann er í 50. sæti ég er ekki alveg samlega því Svo Missy Elliott, Super Duperfly Game Ég skal ekki fara yfir eitthvað lista 50 plötum sko Það eru allavega margar, skilur Ég skal fara í top 10 bara Já, top 10, ég til það Top 5, top 5 jól Top 5, hvað heldur að sé gíska eins og þetta er svona old school þetta er bara 90s rappari þetta plata sig úr 94 freshman diskur Dr. Dre Nei, þetta er Illmatic með Nas, fyrsta seti Svo er Dr. Dre The Chronic Já, í öðru seti og þriða seti er Wu-Tang Clan Enter the Wu-Tang 36 Við erum konur sko við erum konur too deep í old school sko Já, ok, en þú veist hvað við erum saman á þetta en má ég sína þér ég man aldrei hvort ég hef sínt þér þetta en var ekki sem að sína designer vera freestyle Nei, sínum bara hvernig fílar er designer? Sem ég bara heyrt Panda-lagið og eitthvað eitt annað Timmy Turner þarna Já, that's it sko mér langaði bara svona aðeins að fá þetta Hood Rapper Hey, you know what time it is? It's your man designer man Candy Ripper, my man Funk Flex. Drop that new quarter, man. Drop the new quarter. Yes, you know what it is, Funk Flex. I got my man Designer here, Brooklyn. Acapella, baby. You know what time it is? I want to put the beat. Hey. My niggas be mobbing all day. 50 shots in the K, I let it spray. Get tackled by bullets, you get in my way. My life is a game, so I'm ready to play. I'm smelling like while you sniffing that yay. Fuck what you say, cause the nigga get shot. Towing that Glock and the nigga get popped. Now if you I say be snitching the cops. Think I'm a baby boy, no I ain't Jody. Pick at that 40, put holy your moldy. The way I got two food, you think that I Kobe. Smoking no dope, you Kozak in that Cody. If you got problems, Þetta bara sínum hvað hann góður rappa Nei, hvernig finnst þetta ekki lélegt? Þetta sé ég heyr ekki, er beat í gangi hjá honum Þetta er acapella Þetta minnst þetta leiðilegt, hvað ég að vera eitthvað, wow, en nice Nei, þú verður bara, oi, þetta er umlega Nei, þetta er ekkert eitthvað versta rap sem ég heyrt heldur, sko En finnst það ekki að remba svona Já, það er líka ástæðan fyrir hennar bara á hann eitt lag eitthvað Mér fannst svona Panda geggja Já, og hvort þú veist betra Kanye West útgáfan eða bara, það er eitt sem ég fucking þól ekki við Kanye West Hvað? Af hverju getur hann ekki bara feature á sama fucking takti og allir hinnir? Ég ætti að vera að koma alltaf á annað beat Oh my god, hann ger alltaf lægi leiðilega bara Ætti ekki að tala um að koma alltaf eitthvað svona switch up þegar hann Jú, oh my god, nennur bara að rappa yfir fucking taktin maður Nei, ég dyrka fucking Kanye maður, ég dyrka allt Ég dyrka Kanye, ég er miklu síðan að hlusta á hann tala heldur en að rappa sko Já, ég elska bæði Ég er svona bara þú veist, ef hann hefði sleppti að gefa þetta svona Jesús-blöðuna þá fannst mér að vera með flawless victory fram að því, sko Gæti ekki verið að þú tækir þess að Jesus is King plötu eftir
3 ár og ert bara, vá Ég var að hlusta á hann aftur daginn bara til að gefa henni sens. Hún bara svo, umræðefni svo fucking leiðilegt. Ég nenni ekki að hlusta á eitthvað gospel. En var það ekki na inn á því? Nei, hún ekki, það kemur eftir á. Mér finnst það kúl lag. Það geðvitt lag. En manst þetta lagin þarna Na. Og það er svo gott, hvað segir 2 Chainz segir eitthvað If one more person calls me up and asks me what's wrong with Ye, he's a grown man, he decides what he can and cannot say. 2 Chainz ótrúlega fyndinn. Fucking, hann góður, maður. Hann góður, en hann gerir svona sko leikskólarapp. Finnst þið textina hans ekki leikskólarapp? Þú veist, hann alltaf bara rýbrandaði sig þegar hann var 30 eða eitthvað og ákvaða að vera bara, herri, let's dumb it down bara, ég ætli bara að vera vinsæll. Ég held að það sé ótrúlega klár marketingur. Ég held að það sé engin spurning, sko, en Herri, mér langar að fara, það er svo langt sem við erum heist og það sem var að gerast í síðustu viku hvort það var á mánudaginn eða eitthvað, sástu Sigmund Davíð þess að hann var að tala um eiturlyf á Alþingi. Nei. Ok. Það basically þannig að það komið frumvarp aftur sko, Píratar voru einhvern veginn frumvarp svona afglæpavæðing fíkniefna og það var fellt eitthvað á einhverjum ótrúlega furðulegum ástæðum en síðan fattar maður að þetta í pólitísku tilgangi að því að flokkarnir verða sjálfur að eiga dót og eiga svona rétt fyrir kosningar, skilur þannig að auðmingjarnir á Alþingi ákvaða í staðinn fyrir að samþykja það og breyta því síðan þá ákvaða að fella það niður svo flokkarnir þeirra getur setna meir okay. En það allavega komið frumvarp aftur, ég segi hérna, ok Sigmundur Davíð Gunnlaugsson lýsti mikilli furðu yfir frumvarpi heilbrigðisráðherra afnám refsinga fyrir vörslu neysluskammta af vímuefnum þegar málið var tekið á dagskrá Alþingis í dag. Með frumvarpinu lagt til að hætt verði að beita refsingum fyrir vörslu neysluskammta þeirra vímuefna sem ólögleg eru, en sala þeirra og innflutningur verði áfram ólögleg. Og það sem hann segir það sem hann að segja að núna muni sko vera miklu meira aðgengi hann finnst skrítið að það megi taka hann segir, núna bara verður normaliserað í partíum að krakkar verður með kókaín og það eru miklu fleiri sem eru að prófa og síðan endar hann þessi með því afglæpa það? Já, hann segir að þetta mun hafa slæm áhrif á samfélagið og hann segir að það fáralegt að kalla þetta afglæpavæðingu, það bara verið að löglega fíkniefni og síðan endar hann þetta á að segja ég hef aldrei séð eiturlyf, herra forseti, eða þeirra neitt vegna þess að þau eru ólögleg. Ó, guð. Hversu mikill fokkin lúði getur þú verið? Ég meina, gæinn alltaf var líka pólitíkus bara 25 ára eða eitthvað. Hversu mikill fokkin lúði getur þú verið og hversu mikið þarf... Sko, heldur það sé mest í lúðin? Nei. Þú veist, í fyrsta lagi, ef þú hefur aldrei séð eiturlyf og þekkir ekki til neins... Það frekar nerd. Það náttúrulega nördalast sem ég veit Hvað? Hafa aldrei séð eiturlyf. Eins og að sé eitthvað. Ok, minnst allt í lagi að Svo bara eitthvað. Ég skilur samt, ég alveg pínu sammála, sko. En þú veist, minnst allt í lagi, ég ekkert eitthvað... Það ekki það svalt að taka eiturlyf. Nei, en þú hafa aldrei séð eiturlyf. Hefur aldrei verið í einhverju partíu þar sem einhver voru að smóka fucking jónu, skilur við. What the fuck? Ég veist, hann er alltaf ekki gangsta, þessi gæði. What the fuck? Nei, hann er 0 gangsta. Sér hann er pottet fyllibitta, skilur við. Já, mér ákveðum þess að spurja það úti, þú veist, hvernig heldur það sé að hanga með þessu gæja? Fucking fyllibitta. Hvernig myndir heldur hann fílar og, þú veist, hvernig heldur það sé að hanga með þessu gæja? Þú kíkir í heimsótt til hans, hvað heldur það sé að fara að gera? Hann alltaf fílar ekki, dópmyndir. Nei, þú ert ekki að horta á blóð með honum. Hann hefur ekki séð dóp. Ég vil ekki horfa á Scarface, herra fórstandi. Það er dóp í henni. Fældi í því að mér langast að það voru svo fleiri hlutir sem að segir, sko, býtu... Líka þetta herra fórseti, give me a break, maður, talið bara, ég þóli ekki þetta... En hæstvirti, eða eitthvað svona... Já. Mér langast að fletta upp, sko, hann var að segja fullt af öðrum hlutum sem að, þetta mál sem að voru bara, galnir. Allt sem hann var að segja þetta eitthvað sem að skaðaminkunin sem búin að eiga sér stað undanfarið sem svo frábær þróun í því að bara gera
fíkla að manneskjum og hjálpa þeim og þetta dæmi skilur að að það sé ekki vera að handtaka fólk sé ekki bara setja sakaskrá og sé að missa vinnuna sínar og eitthvað fyrir að vera með jónu á sér eða kókain eða sprauta sér, mér er alveg drullu fucking sama, skilur það er enginn að segja að núna þetta er svo galin pæling að halda að því að þú afglapavæðir neysluskamta að þá fari bara allir að skrifa Sigmundardaði með kókain á borð í partíum, núna Mér finnst í alvörunni, ég er ekki að djóka, mér finnst þetta heimskulasta argument sem ég geti ímyndað mér. Þú veist, ég hef ekki pröfað kókain og ég finn enga þörf til þess. Það er ekkert að fara að breytast þó að mér verð ekki refsa fyrir það, sko. Fattar mig? Mér finnst þetta svo absúrt argument og þessi gæi sem var ekkert svona forsetisráðherra sem tali svona, finnst mér ógeðslega barnalegt, sko. Lögreglan má taka bjór af 18 ára mannesku en ekki eitthvað marga póka af kókain, hann sagði eitthvað svona dæmi og maður er alveg, gauður, í fyrsta lagi það er ekki pointið þessu, sko. Nei, og síðan líka búið að normalisera, sko, ef eitthvað skal skoða, þá er það hversu mikið við erum búin að normalisera áfengisneyslu fyrir ungu fólki. Áfengin er svo, þú veist, málega ef þú tala við, til dæmis, ég meina Hamilton Morris, hann er bara svona Wikipedia þegar kemur að eiturlöf, hver er það? Þetta er hann er þekktur á Vice, hann er alltaf að fara fór til Suður-Ameríku að pröfa, þú veist, froska, eitur og já, svona ungu gaur. Og hann er mökklár. Dökkur er ekki. Með gleru. Svona pínu karakter, en ógeðslega klár. Okay. Og mikla virðingu fyrir þessum lyfjum. Og hefur pröfað og kynnt sér meira og minna öll þessi lyf, sko. Og hann rankar áfengi ógeðslega hátt þegar hann talar bara serious drugs. En þú veist, við erum að, ég held að séu allir búin að átta sig á því, skilurðu, og ég er alveg á því að ég er náttúrulega bara forræðishyggjan er ekki, veist, mér finnst það brjáluð, skilurðu, auðvitað á bara að vera seldu bjór út í sjoppu og það er bara að vera reglur það, skilurðu, og vodki ef þess semja og að geta keypti bara weed í fucking melabúðinni, sko. Mér finnst það, sko. Með apotekki eða eitthvað, I don't give a shit. Eða bara svona dispensir, mér er alveg sama að það sé eitthvað svona, og þetta poppa upp bara svo veipúður eða eitthvað. En síðan líka, þessi umræða með, að ef eitthvað verið löglegt og það fari fleiri að nota, ég held að sé galin umræða. Og veistu hvað? Núna erum við búin að vera í stríði við eiturlyf í þú veist, 20 ára, bara since 70s, eitthvað, dæmi. Við erum endalaust að tapa, skilur, það er ekki búið að koma niðurstaða í þetta, við erum þetta er bara tapastríð, það er allir samanlega. Þetta war on drug, já, en þú veist, er þá ekki komin tími á að einmitt að prófa eitthvað annað og ef að það virkar ekki, þá skoðum við það bara aftur, skilur. Jú, en það getum ekki verið með þessa íhald sem er endalaust að banna bara hluti og halda það og Sigmundur Davíð, ég hef ekki séð eiturlyf að því þau eru ólögleg. Jó, það er líka fucking ólöglegt að fela peningana þeina og svíkjum það skatti, skilurðu, en það stoppaði þið samt ekki frá því að gera þessi hluti. Motherfucker, skilurðu. Djöfull fyrir þetta töðunar á mér. Þetta fyrir ógeðslega töðunar á mér, en mér finnst þessi, eins og kemur inn á, argumentið að ef eitthvað verið löglegt að fólk hoppi bara á það allt í einu. Þú veist, er svo absúrt og líka fólk virðist ekki gera sér grein fyrir að það eru ógeðslega margir Íslendingar sem að nota ykkur vímefni, sko. Fattar mig? Þetta er svo stór partur af þjóðinni og oft sem að fólk talar að þetta sé bara eitthvað 5% sem vil nýta sér og þetta muni hjálpa bara eitthvað svona smá hópi. Þetta er miklu stærra. Fólk er alltaf að leita sér að einhvers konar, þú veist, escape. Fattar mig? Hvað það hljóta að vera til tölur yfir þetta, hvað heldur séu margir mörg, ef þú þarf að giska hversu mörg prósent af fullorðnum einstaklingum noti áfengi í einu sinni mánuði? Ég myndi segja hátt upp í 40%. 40? Já. Ég myndi segja meira, heldur það ekki? Ef að taka frá 25 til... Já, það hef ekki hugmynd það, skilur mig, en ég er giska. Ég er mjög confident með svona... Það er miklu fleiri sem drekka heldur en ekki, þú veist. Já, það er ekki einu sinni mánuði. Ok, ef að segja að hálsár, bara einhver tíman yfir 6 mánuða tímabil þá fer það yfir 50%. Ég myndi halda 85%, skilur við. Þetta er málega þegar þú segir það þá Getur þú prófað að fletta þig? Bara hvað eru margir bara á Íslandi?
ég veit ekki hvað á eftir að googla sko. En hérna sem drekka áfengi þú veist bara hversu mikið prósenta hlýtur að vera eitthvað vísindavefurinn sem búin að taka einu sinni fyrir eitthvað svona dót. Áfengis sjaldnar neitt á Íslandi en hinu Norrlöndum okay. Ég er að finna einhverja tölur Já. En þú veist, ég elskar samt svona tölur Þetta bara, hvaðan komum svo tölur? Ég treysti þínu tölur frekar sko. Já Maður sjá, Íslandi með 7. lægsta hlutfalli sem drekkur á minnst okkur einu sinni viku oftar, rétt rúmlega 20%, ok? Þannig að einu sinni viku oftar 20% Íslandinga. 20%? Já, tjekka, hlutfall þeirra sem drekka einu sinni mánuða oftar, annað hæst á Íslandi. Á Íslandi drekkur einu sinni 39%, búm. Vá, hvað var snált í maður. Já, sagði ég ekki bara 40%? Jú, sagði 40%, það fara farlæra á það. Þannig að, en af hverju, tjekka, þau eittur eitthvað svona 60 milljónum í að gíska, ringdu ekki bara í mig? Eða svona 40%? Já, maður spyr sér maður. Þú veist, að því að þetta er svo, hérna, þetta er svo normaliserað, alveg alla leið, og hérna, mér fannst dálítið merkileg til dæmis umræða sem var í kringum hérna á þess að við förum eitthvað ofdjúpt í það því ég hef ekki það mikla skoðanir á þessu OnlyFans hérna málum sem voru í gangi og er í gangi. Já. Að það var verið að tala bara svona en hvað með börnin? Má klám vera til, en hvað með börnin? Og í leiðinni var einhver að segja bara, það er bara áfengi í öllum partíum og auglýsingar í sjónvarpinu og hitt og þetta og það er bara í þínum verkaring að upplýsa þín börn hvernig svona hlutir eru. Það er málið. Veistu hvað það tala um? Já, ég fór alveg hringinn. Ég er mjög sammála þessu, sko. Ég fór hringinn, að því að... fólk vilja eitthvað fucking OnlyFans, go nuts. Já, ég veit það, en ég er að segja, ég fór hringinn í bara, í hugsunum hjá sjálfu mér. Ég sá þetta, og ég sá fréttina, og ég var ekki að tjá mig þetta við neitt beint. Ég var bara svona, ok, mér finnst þetta, síðan var ég alveg, nei, byrju, mér finnst þetta. Og síðan var ég alveg, já, en mér finnst þetta. Og síðan var ég alveg, mér er alveg drullu sama. Mér er samt ekki alveg, þú veist, færðu stundum tilfinninguna þér sé ekki alveg sama, þið sé drullu sama. Já, margótt. Fattar mig? Stundum er ég bara, af hverju hef ég ekki meiri skoðun á þessu. Svo trúum maður bara að vera gaman. Stundum er ég að rífast eitthvað. Ég man ekki, ég var eitthvað svona, ég og Jófana vorum ósammála sóttvarnar hótelið. Já. Okay, hver á þín skoðun og hver á hennar? Nei, ég ætla ekki að segja það. Okay, hver eru skoðunar? Með húsinu og móti? Önnur manneskjan var að tala að þetta væri frelsisvifting og hinn manneskjan var að tala að þetta væri í góðu lagi, skilur við? Ok. Það voru 2 pólar. Síðan eftir smá stund, þá var ég bara... Það er alltaf frelsisvifting. Já, en þú veist, ég ætla ekki að tjá mig og ég ætla ekki að segja hvort mér finnst, að því ég nenni ekki að tala um fokkin... Nei, það er alltaf læg ef að fólk, þú veist, en við skulum hafa hreina, þetta er frelsisvifting í svona ströngustu mynd, skiljum, ef við rýnum í svart og hvítadæmið. Sko... Það var ekki rétt að þetta, það var ekki dæmt í þessu, þetta væri frelsisvifting. Svo má það deilum hvort það eigi rétt á sér, skilur við. Hvort mann finnst það, eða eitthvað. Nei, bara hvort að þessi frelsisvifting eigi rétt á sér út af fjöldunum, skilur við. Já. En samt frelsisvifting. Ef ég tjá þetta, þá er ég byrjað að koma í skoðun á sig. En það er ekki pointið með þessu. Það sem ég ætla að segja er, eftir smástund, þá var ég alveg af hverju erum við ekki bara að tala um eitthvað skemmtilegt eða kissast eða eitthvað, því að mér er alveg drullu fokkið saman þetta kjafta, og þá fattaði ég, mér leiðist svo mikið, það er COVID, ég er ekki að spila, það er ekki í gangi og ég bara einhvern veginn farin að hafa skoðanir á einhverju hlutu sem að mér er drullu saman, veistu hvað ég bestaði sjálf á mig daginn? Þegar eldgosið var í gangi, þá var ég eitthvað, já, þú veist, það sem að það fer svo illa með náttúruna hvað margir að fara, síðan var ég eins og mér sé ekki drullu sama. Eins og sé ekki fokkin eldgos í gangi. Nei, líka, eins og mér sé ekki... Eins og geti ekki farið ykkur að kókamörkum fernur. Eins og mér sé ekki líka bara drullu sama þó fólk sé að labba á einhverjum mosa. Sorry. Og Þú veit þetta fyndi, ég tengi svo við þetta. Því mér er alveg... Að vera svona Mr. Right. Já, vera eitthvað Mr. Right og vera eitthvað að hafa einhverja skoðun okkur. Því ég skal hafa skoðun á því ef að það er byggt álver einhvers staðar eða virkjun þar sem að bara, við erum að tala um bara heilt landsvæði. Þetta er svo, mér varst alltaf að fyndi þegar þú varst að tala um er ekki vellinir í Hafnur, eitthvað svona power lines út um allt.
Var ég að tala um það? Þú varst, fyrir mörgum árum varst eitthvað drullið þetta bara komdu neina að búa á völlunum Það er náttúrulega skil engan sem vil búa á völlunum og pældi ég að þú býr á völlunum núna veistu hvað er öðrum megin við þið? Eldgos, hinum megin, sjór Já, ok, í fyrsta lagi er náttúrulega bara hringtorg út um allt Það væri þetta að bjarga húsnæðisvandanum bara með að byggja fucking bara íbúðir á allir hringtorg eins og hringtorgi í Vesturbænum Veistu hvað hringtorgi er að tala um? Já, Háskólabíó Hvað fokkanum er í gangi þar? Ég veit það Af hverju er þetta hringtorg til? Af hverju er líka... svona ógeðslega mikill flötur fyrir bíl að fara í hring? Já, er þetta ekki stærsta hringtorg á Íslandi? Er þetta ekki stærsta hringtorg í heiminum? Ok, þetta er ekki þar en ég hugsa þetta alltaf er í keirandi gegn Já, af hverju það er að taka bara rúndum þetta hringtorg? Já, eða þú veist, og síðan ef þú ferð á vort hringin þá bara ertu 10 mínútur setna komin, þetta er bara viðbjóðslega heimskulegt en þetta er þegar við hugsaum Reykjavík sem svona bílaborg þú veist, þegar þetta er að því einhvern tímann vorum við bara hestum og malavegir, síðan koma bílar og það er ekki næs fyrst Hver var hringtorg skæin? Veistu hvað er að tala um? Hver var að við verðum að setja hringtorg Hringur Torgsson, hann lét senda upp allt Nei, en pældi að vera við föttum alveg af hverju hringtorg eru Já, það er til þess að sé ekki umferðljós og það er þægilega Já, þetta er svona hægja umferðinni og ég meðist skemmtilega að lenda á hringtorgi heldur en ljósi sammála Þetta er geggjur spurning Hvort finnst mér skemmtilega finnst mér, þetta er líka skemmtilega orðu spurning Mér finnst skemmtilega að taka hringtorg Já, myndirðu einhvern tíma að fara að hægri akkurinn á hringtorgi? Ég gera það stundum, en bara fyrir kikkið Ég reyna að fara alla leið Gerur þetta aldrei? Veistu hvað, mér finnst þetta að vera smá eins og að velja hvort vil ég hafa öll völdin eða engin völd Já, ég vil stundum bara gefa upp völd bara, Þú vilt stundum bara vera Ekki segja það Hvað? Nei, hvað ætlar að segja? Ég ætla ekki að segja það Ég ætla að segja submissive Já, ég veit það, ekki segja það heldur Akkur Nei, þetta tengist því ekki, þetta er meira að það er ekkert action Fyrir þér er þetta BDSM play Já, ég er bara sögð bara Nei, þetta er fyrir mitt þetta er þetta bara eitthvað pínu spenna Ég ger þetta yfirleitt þegar mikil umferð og ég þarf svona að ég þarf að keyra 1 meter áfram bíða meðan aðrir fara út svo þarf ég ekki á stefniljós og málið er að fólk í hringtorgum er ekkert það gjarnt á að gefa stefniljós Nei Þannig að þetta er alveg pínu ég er risking my life out there Þannig að ég gera tek alltaf bara innri Alltaf býtu Stoppar umfyrðan til að gefa stefniljós til að fara á vinstri akkurina Einu skiptin sem að ég fer á hægri akkurinn inn í, sko, það er ef ég er að taka fyrstu beigju út Það er basic Já, það er bara samkvæmt lögum ætti það að vera þannig og síðan ef að vinstri akkurinn er stíplu af bílum og mig langar að fara fyrr inn á hringtorgið þá tek ég á þetta, sko en þá er bara betra að fara bara inn á hringtorgið og bara gefa í og vera á undan sem er mjög hættilegt sem er mjög hólulegt líka ég verða við ekki ég fíla að taka hægrækrinna og fara allan hringin meira að minna sko. Sérstaklega, þú veist þetta er svo metro hringtorgið, veistu hvað að tala um það er alveg pínu kaos hringtorg beint fyrir ofan metro já, ég veit hvort það er alveg pínu dangerous sko. sem er hann að hjá turninum og þarna mollinu sem að er martraða mollið já, mörkin eða eitthvað já, er það ekki hræðilegasta hús ég vil ekki sem vilja búa það Ertu býr einhverjuna? Þú veist hvað er að tala um já, gamalt fólk nei, ert þú ekki að tala um hana metro hjá Smárlindri? Nei Þú ert að tala um, ok, það eru 2 já, þú ert að tala um hana hringtorgi á MS og þess það er fucked up hringtorg það er bara, ég er ekki að tjóka, ef ég veri ökukennari þá væri ég bara þar já, bara þjálfa fólk í bara í stríði, skiljum mig og líka, þú veist, gatnamótin þar sko, frá ok, við vorum að tala um gatnamótin frá MS og þar í 104 yfir í yfir Réttó og þar, veist, Réttóskóla og þar ef þú gerir einhver mistök á þeim gatnamótum hvort sem að, ef þú tekur vinstri þá, ertu orðið komin upp í Grág ef þú tekur hægri, þá ertu orðið komin inn í miðbæ þetta er alveg þú skoður tala um já, ég meina, þú þarft alveg að bara þú þarft að þekkja staðinn já, ég meina, ég hef alveg tekið vilt að beigja þarna, sko og það er eitthvað leiðilega en, nei, það er fullt leiðilega en
hefur lent í að vera að keyra og missa af beygju, bara gjörsalega gleyminni eða komast ekki og þurfa síðan, já ok, nú er bara mikil umferð, nú er bara auka hálftíma. Já, eins og þegar við erum að keyra upp í þetta podcast. Já. Ef við gleymum að taka hægri beyguna hjá N1 á aftursprekkunni, þá bara næsta beygja reyndar upp á brúnna. Ok, það er ekki talað. En ef þú gleymir brúnni, Það er samt ekki talað. jú, ef þú gleymir Ef þú gleymir brúnni, brúnna, þá getur þú farið inn hjá bensinstöðinu og snúið. En það er samt ekki skemmtilegt, ég er saman því. En ég, sko, síðan erum við að kvarta, en þetta er svo þegar ég var hana mánu í LA og tóku vill svo beygju í LA út af Ég hef líka lent í þessu. Þá ertu í fyrsta lagi bara komin í eitthvað hverfi svo vill ekki vera í. Og örugglega eitthvað nýtt fylki líka. Já, það er sko, þegar ég var að keyra Pacific One, ég keyrði allan veginn sko frá San Diego og upp á San Francisco og ef þú tókst vill svo beygju þar, það var oft bara kannski hálftími, klukkutími sem fór í að leiðrétta þannig mistök sko. Já, vá, shit, Það er hella Já, dæmi sko. ég fá að segja við varum að keyra í Ameríku við varum að fara frá Miami til Boston. Komið langar til útlanda maður. Mér líka. Vá, komið langar til útlanda. En kannski langar að minna eftir ég segja þessu að við erum sérst keyra ef maður rétt frá sérst bara Miami til Boston og við erum komin rétt hjá Maryland og það sem DC og eitthvað svona og við ætlum að fara að finna gistingu fyrir okkur, við varum bara með lítinn pening og svona, ætlum að gista okkur móteli en fyrir utan móteli sé ég bara svona hóp af gaurum með klúta fyrir andlutinu á sér og labba í 8 bílnum, þannig að við bara snú við og vorum svo panikuð að við keyrðum bara yfir fylkismörk og eitthvað svona og við erum bara panikuð og ég var með fyrrandi kæristum og félagi mínum og fyrrandi kæristum var svoandi áttur í bílnum og ég sé að ég segi við félagi mínum, bílinn er að bensilaus maður bara já, maður finnir bensinstöð og þá erum við í Baltimore og alla bensinstöðar á GPS-tækinu voru bara yfirgefnar. Ég er ekki að tjóka. Þú veist, í Baltimore, þú sé Wire og svona, það er sumistæðir í Baltimore sem þú veist, mest shady stuff sem ég séð. Bara allir gluggabordaðir, fólk fyrir utan bara að reykja krakk, allir að rífast, allir að íta kröðurum og við vorum að keyra þarna, við vorum komin undir strikið. Já, fokkin hrættur. Út af því að, bara svona no joke, ef við hefum bara þurft að stoppa þarna, bara verið bensinlaus, við hefum verið pinnfókt. Sko. Er það? Já. Og það veist það ekki, skilur við? Ég veit ekki, það er mín tilfinning. Það var alveg svona mikið eimdaðna og eins og ég segi, við vorum búin að fara 3-4 bensinstöðvar og það er bara svona rifna niður, þetta var eins og ykkur bíómynd. Sko. Ef þú myndir lendi í aðstæðum þá svo trættur, sko, eins og ef þú myndir, já, segjum að... Ég var ekkert að deyja, skilur mig, ég var inn í bílnum og... Ég segi, þú lendir í einhverjum aðstæðum þar sem alltaf er eitthvað shady lið í kringu þig. Er rétta leiðin að læsa bara rúðunum og vera hrættur eða rífa svo úr og ofan og byrja að öskra? Sko, það var ég held að væri bara að loka rúðunni bara og... Ekki að fara úr og ofan og öskra og vera bara, Sko, það er ógeðslega fyndið og... Myndur þú fara í gaur sem væri öskrandi byrja ofan? Nei, en málega er að ég er actually, í einni ferð, þá gerist þetta tvennt. Og fara úr og ofan og byrja að öskra? Nei, að félagi minn, hann var stóra hótaði að lemja hann. Já. Og hann tæklaði þetta svona, fór ekki úr og ofan, hann bara svo stóð, what's up, come at me, eitthvað svona, og þá voru allir bara, hey, chillaði maður. Og þetta var bara klúbb í Miami, og þannig að hann hefur diffusað þetta með, eins og þú ert að tala en svo, hvað ætlaði ég að koma inn á? Já, svo var ég búin að segja frá fuck your happiness, gæðan. Fuck your happiness? Já. Nei. Þetta er ótrúlega sem ég lendi, þetta er bara gæði sem bara gjörsanlega killaði væpið fyrir okkur. Já. Við vorum sérst á hótel í Miami, og við varum á svona palli fyrir utan og við varum bara eitthvað að reykja sík og eitthvað svona. Jöfn, hann til Miami, maður. Fokk, hann til Miami. Mér finnst það svo skemmtilegt, shit. Allavega, við varum bara, klukkan er kannski svona 17:00 eða eitthvað og við erum út á palli, við erum svona sól úti og mikið af fólki að labba frammi og við erum bara við gangstéttina og svo kemur gæi og labba bara eitthvað, you guys, fuck your happiness og byrja bara að öskra okkur, fuck your happiness, eitthvað, jolly looking motherfuckers, fuck your happiness og við varum bara eitthvað, hvað gerðu við? Bara, hey, sit the fuck down, fuck your happiness og svo labba hann burt og við bara vorum eitthvað, what the hell, við vorum svolítið 7 saman eða eitthvað, það er ekki eins og, þú veist, við hefum ekki getað yfirbúið að gæja en erum með byssu, skilur þú, svo kemur hann tilbaka og hann er að taka okkur upp á Instagram eða eitthvað, ég bara, look at these motherfuckers, fuck your happiness
og ég man að við vorum bara eftir þetta við vorum bara eitthvað ég nefnir ekki svona að fara að djamma neitt, sko. Hvað fórstu bara heim að sofa? Nei, þú veist, ég og félag við fórum það voru við vorum 5, við vorum 7 og fórum 2 heldum áfram að djamma fórum að skemmta það, en ég man bara á staðinu voru alveg svona horfa baku okkur fuck your happiness gæinn að fara að koma já, fuck your happiness ertu reiður eða var bara eitthvað fólk sem glatt og það var gaman og bara fuck your happiness þetta var gæi, hann var kannski svona 27 ára eða eitthvað og hann shady looking nei, þetta virkaði bara eins og hann gleru en var hann brjálaður? Já, hann var brjálaður að lúkast ekki eins og hann væri heimilislaus eða eitthvað þannig en hann var brjálaður að við vorum bara að hlæja og hafa gaman en punkturinn með þarna ef ég hefði riðum úr á ofan við þennan gæja og hann hafi í huga, hann var ekkert eitthvað ógnandi líkanlega, skilur mig en ég held að það er escalate situationið miklu meira random, samt ekki random talandi bandaríkin eitthvað svona ég á mér draum að fara í ferð og ég veit það ógeðslega skrýtin draumur, skilur mér langar ógeðslega að fara í svona einmanna leiðaferð til New York og ég útskýra já, endilega, ég veit ekki sem hvað þetta mér langar bara að upplifa að vera alltaf leiður ekkert eitthvað svona, þú veist, ekkert eitthvað hættulega leiður ok, ég þekki það maður mig langar að upplifa New York í rigningu og ég er með, þú veist, og ég er með skjalatösku sem til þess að svona skýla höfðun á mér og með reglif líka já, við erum með skjalatösku yfir ég er út búin tínareglifni og ég er eitthvað taxi og það er engin taxi og það bíl keyrir já, og ég er á leiðinni á Comedy Club og þegar ég kem á Comedy Clubin þá sest ég við barinn og það er alltaf fantasía, sko já, og panta whisky og gaurinn svona another one já, gaurinn svona með viskust ekki öxlinni já, flegi svona glasi svona slætar til mín og hann er eitthvað svona so what's going on with you today eitthvað dæmi veistu hvað ég tala og síðan er einhver uppistandari að segja og ég hlæja allir í pörum, skilur ég veit ekki okkur ég á hann draum, sko því á fjölskyldu og er glaður að drekka ekki, sko ég er samt málega þetta er óslega fyndið út af því að þetta er bara svona bíum en hefur þú farið til New York? Nei, nefnilega ekki, sko ég nefnilega hef verið í rigningu farið úr rigningu inn á svona comedy cellar og ég er ekki að djóka að ef þú ferð til New York mér finnst þetta að vera svona mesta möstið að vera í rigningu að fara svona comedy club en samt er mikið af þeim er þetta út allt er ekki eitthvað svona einn sem er aðal nei, þú veist, það sem að þegar þið tala comedy club þú veist eins og Joe Rogan er að tala the comedy club er það comedy store það er eitthvað svona brand sem er nokkur stöðum það er New York líka og fórstu það? Nei, ég fór á í rauninni eitthvað sem ég var persónulega hrifnur á ég held að þú hefði líka mjög gaman á það var engin frægir sérstakir, skilur en upp á vegg voru, þú veist, Chris Rock, Sandler og allir búin að vera á stað á einhverjum tímamóti en hér held ég bara comedy cellar og þetta var bara svona up and coming og þannig að þeir eru miklu grófari og eru að taka meiri sensa og svona og má bara hláturskasti allan fucking tíman geðveik stemming og voru kannski svona ég veit ekki, bara 30 manns eða eitthvað að horfa, sko og þú settist bara við borð og geðveik svona ekta comedian eða svona stand-up stemming en að vera í New York ég átti með fantasíu líka að fara semst á Broadway show í frakka með trefil, sko Gerðu það? Nei, veistu okkur það kostar svona 100 skall að fara á Broadway show Er það? Já, eða langar, þú veist, ég er náttúrulega að hata leikrit þannig ég nenni bara svo Spiderman eða Lion King eða eitthvað og það Mig langar svo að sjá Book of Mormon sem er náttúrulega ennþá í gangi hún var í gangi, það var bara allt uppselt þegar ég var það búið að vera uppselt á hana bara í 10 ára eitthvað, sko já, meinar það er bara þú gæst náttúrulega, það var alltaf svona að kaupa fyrir með tímaðum dæmi nei, það er endast miðundir sölu þó að þú veist, Ticketmaster sé ekki með það, skilur en auðvitað langar mig að fara á einhverja svona sýningu mér langar bara, það eru ég hef farið á svona ef að segja, ég hef farið kannski á svona 30 leikrit eða eitthvað, ekki tíðina og svona 3 af þeim var skemmtileg ég farið á 3 og mér varst bara Latibæri skemmtileg Latibæri var geggjað Latibæri var sick svona í fersku minni er þetta allt barnaleikinn sem var skemmtileg ég var Peter Pan Hróhöttur er auðvitað interesting það var allir skemmtilegt það var svona öðru, við varum búin að breyta söguna þessu og eitthvað
Það var samt alveg næs, sko. Okay. Bláa hnötturinn fór ég á fyrir 2 árum eitthvað, það var ógeðslega skemmtilegt, svona bara góð tónlist og geggju saga og, veist, Bláa hnötturinn geggju barnabók, bara síðan Bugsum Alone, man ég að var skemmtilegt þegar maður var krakki, sko. Ok. Manstu þetta Bugsum Alone? Já. Fórstu á Bugsum Alone? Nei, svo bara myndina. Ég er náttúrulega bara, ég hef hatað leikrit sem ég var krakki, sko. Ég fíla ekki, mér finnst ekki, veistu hvað ég fíla minnst, það sem ég fíla minnst við leikrit er stjættaskiptingin sem á sér stað í leikhúsum. Já, þú þarft bara með einglirni til þess að horfa á leikrit, sko. Nei, af hverju er svona, þú veist, af hverju er ekki bara búið að gera þetta... Og klappið venjulega, í guðanabænum. Já, og ekki klappa svona oft. Ekki klappa fólki svona oft upp, aftur. Skilurðu? Já, Veistu hvað ég er að tala um? Og ef þú klappar ná lengi þá koma þið aftur og hneiða sig. Og síðan fara þið og klappa með mér. Og maður er bara með, allan tímanum með þetta ganga er ég bara með langa fucking heim. Ég skal bara posta ykkur, skilurðu? Já, mátti ég bara heim fyrir 10 mínútur síðan? Erum við að meðvirðinskapa? Akkur er mér orðið svona illt í fucking höndunum? Já, en Finnurðu? Já, þú veist, ég er líka bara, þetta var bara axla, Ég veit að við þyrftum auðvitað að vera með eitthvað menningarsnoppina með okkur á móti, skilur, því við erum báðir. Þar stoppar þetta, að mínu mati, hver er þessi menningarsnopp og okkur er hann betur en við? Þú verður að útskrifta fyrir mér. Menningarsnopp, þú veist, oh my god. Ég teka fram, sorry, ég sé henni verið að klára, leikrit, brálast yfir þessu, það eru til næs leikrit, og ég farið á þau, en vanalega skil ég, mér finnst það pirrandi. Má ég? Mér finnst pirrandi þegar leikara leika svona! Sko, ég verð að, þú veist, ég verð að fucking finna eitt sem ég sá ekkert hjá einhverja auglýsingu eða eitthvað fyrir eitthvað leikrit og ég hugsaði bara, hvað er það að liða fucking smóka? Þú veist, þetta er að steiktast sem ég séð. Þetta er bara fólk að leika sér með einhverja mold og þykjast vera að fæðast og þú veist, fyrir hvern, þú veist, hefur þið séð svona bara virkilega kreatív eitthvað svona verk, eitthvað svona það sem sumir kallar svona gjörning. Hvað finnst þér listarann gjörning? Ég er endar sko, þú veist, eins og maður fyrir að skoða listaháskóla útskriftaverkin alltaf okkar ári. Ok. Minnst skemmtilegasti hlutin af því vera einhvers konar gjörningalist, sko. Þú veist, svona interaktív listaverk, eitthvað svona dót sem ég get farið inn í, eða hlustað á, eða setja með einhver gleru eða eitthvað svona dæmi. Ég er með fullt af list heima á mér og hún er ekkit eitthvað, ég veit ekkit hvort hún sé eitthvað high value list eða ekki, skilur en ég hef aldrei haft gaman að fara á listasýningu og labba hringinn og svona Ég er nefnilega, ég er algjör sökkar fyrir flottum málverkum og sculptures og svona, sko en ég verð ég fann þetta eitthvað, ég verð eiginlega að sýna þetta. Þetta er Íslendingar. Já. Og setja bara skjáin. Já, ég ætla að setja skjáin, ég ætla bara að finna fyrst það sem ég er að tala um. Þetta er sko... Hvað heitir þetta leikrit í fyrsta lagi? Þetta er 10 fingur, held ég. Og þetta er sko... Maður sjá. Er þetta gamalt eða? Já, þú veist, ég er að reyna að finna eitthvað post frá, eitthvað vídeo frá 2000 og mér finnst mjög líklegt að ég geti bara klikkað á hvað sem er, sko, en... Maður sjá hvaða leikarar er hana? Þetta er eitthvað leið og bara flotti leikarar og allt það, skilur, en þetta er bara ekki minn tepotli. Ég held sko með þess að oft þegar leikarar er að leika ykkur dótið og hata þeir leikirinn alveg líka, sko. Þeir eru náttúrulega bara ráðnir inn að þetta er bara fólk eitthvað að berja rusli í svona gjörning hata ég. Ég er bara svo mikið að reyna áttam á, þú veist... Ég er bara 100% samanlægir. Þú veist, þetta er viðbjóður og Fyrir hvernig er þetta? Pældi að vera, þú veist, og þetta er eitthvað svona, þau eru bara að chilla í mold allan tíman og baða síðinni og eitthvað, þú veist, og þarna kemur inn eitthvað svona að þú mútti segja, já, ég var til að vera með mentasnobb, er það að tala um bara eitthvað fáið það, skilur mig? Er það að tala um bara, þú veist, það þarf einhver að útskýra fyrir mér
Það þarf ekkert, mér þetta sama, gerir bara sem vilja. En síðan fólk náttúrulega mismundi. Það er alveg... Það samt? Já, auðvitað fólk mismundi. Sumir skilja bara á engan hátt einhvern húmor og ég meina, þú veist, það er fullt af fólki sem fattar ekki hvað Young Thug er eitt besti tónlistarmaður samtímans, skilur þú? En þau myndir svona allavega svona, ég fatt alveg að eitthvað hlusta á það. Nei, fullt af fólki sem bara, ég skil enga megin af hverju Young Thug er svona góður. Skilur ekki af hverju hann, þetta hljóma bara svo eitur fyrir þeim. Alveg svo þegar... Já, ok, you got me there. Ég meina alveg svo, þú veist... En myndið þú þá koma, myndið þú titla þig sem rapsnobb? Rapsnobb? Já. Já, örugglega á einhvern hátt, sko. Nei, ég samt, þú veist, ég er líka að hlusta á bara sem einhverju 13 ára að hlusta á, sko. Já, skilur við? Það er alltaf young man's game, veistu, NBA Youngboy, hann er 19 ára eða eitthvað. Já. En hann er samt... Hann er samt með 30 börn. Þessi gaurar... Búin að skotin 10 svona. Já, en er búið skjótana. Já. Sá gaur, þú veist, þú horfir á hann, þú hugsar ekkert eitthvað, þessi gaur er 19 ára, þú hugsar bara á hvað, hann er búin að lifa lífi sem að svona 40 ára gaur, eða meira, skilur, hann er búin að lifa... Men hann er búin að lifa meira en ég. Já, búin að lifa meira en ég. Og ég er 10 ára eldri en hann, skilur. En mér langaði að koma inn á eitt, nei, tökum það sérna. Mér langaði, að ég var að segja að maður skilur frá fangelsstættinum að það sé að horfa. Já, ég var líka eftir að horfa hann. Og ég horfa hann á hann svo við getum komið til það. Jú, það væri mjög skemmtilegt út af því að ég var til að gera þátt um það, þetta er það steikt koncept, sko. Já, við verðum meira að taka, ég var til að taka sér þátt um þetta fangelsismál og líka bara að því að þú varst að segja frá þessu konsepti, eitthvað veruleika þáttur að sem venjulegt fólk er sett í alvöru fangelsi. Þú veist, væri hægt að gera þetta á Íslandi, skilur þú? Nei, bara eitthvað svona gauti þú að þykjast er eitthvað. Nú er ég fangi. Já, tekin fyrir eitthvað fjársvik og... Ég, þú veist, frekar þú, skilur þú, eitthvað. Já, ekki frægur. Ekki frægur einstaklingur sem er allt í að koma inn í fangelsi. Það myndi mega minna sann, sko. Herri, djöðl er þetta gott, maður. Herri, við náttúrulega búin að breyta aðeins tímarum á þættinum. Við erum Já, þessi chill í sumar. Aðeins að chilla, síðan fyrir við á fullt, bara when we feel like it. Það er ekki eins og sumar, við erum svona sumarfrí. Nei, þáttunum verður komin út sumardaginn fyrsta. Sumardaginn fyrsta? Er hann að koma út sumardaginn fyrsta? Hvenær er sumardaginn fyrsti? Vá, ég er endar með bara 420. Veistu hver afmæli 420? Hitler. Mamma. Og Hitler. Og mamma. Og Þengill félaginn minn. Og Þengill, Hitler, Þengill. Það er fullt að liða sem ammali Ganja, já, fullt af fólki í heiminum sem fætt 20. apríl, sko. Ég ætla að segja ykkur frá því að ég á félag sem býr út í Kanada og hann verið að fagna 420 út í Kanada og það var James Bond. Það er maður Guðs, eða? Já, maður Guðs. Og hann sá James Bond vera smoka weed. Pierce Brosnan. Hann sá hann vera smoka weed? Bara í Vancouver. Ok. Pierce Brosnan fór upp með Pierce Brosnan svo svolítið gæði, sko. Hvað fór hann upp? Hann fór bara upp hjá mér. Ég fílaði að hann sé eitthvað að fagna 420 og vera James Bond. Já, hann var að smoke weed á 420. Já. Það kemur ekkert á óvart að Pierce Brosnan sé eitthvað að smoke weed. Það komur pínu óvart. Er það? Akkur? Málið, það er alltaf öðruvísi, veist. Er þetta ekki myndalegt gaur alltaf tíma? Pierce Brosnan, hann er illa svalur, sko. Er hann ekki búin að eiga alltaf svona, veist, hann byrjar á að vera mjög cool dude, svona, er ekki 80s, 90s, hann er ekki 90s hans príma tími, en síðan í dag er hann náttúrulega leik í öllum svona, veist, 50 ára fliss gellumyndir. Já. Allt eitthvað svona... Ég er náttúrulega bara easy paycheck, ég held að ég mjög skrítið að vera leikari og ég held að ég mjög skrítið að vera leikari, veist, ég myndi það svo Robert De Niro, veist, það er gæðin blankur, af hverju ger hann ekki, veist, af hverju hætti hann ekki bara leika í staðan fyrir að rústa ferlinu sinu? Er hann að gera það? Ég meina, hann er bara búin að leika í drasli eftir drasli. En er það ekki bara því að hann er að fá bara viðbjóðslegan pening fyrir það? Jú, en þú veist, ert ekki, þú veist, út af því, mér finnst eitt. Þú veist, það verður samt ekki, mér finnst ekki draga úr ferlinum að leika í drasli núna, skilur. Jó, mér finnst það. Þú ert alltaf með bara eitthvað svona portfóljó. Það er svo Leonardo DiCaprio. Já. Skil mig, það væri... Hver er með flekklusasta ferlin? Ég held að sé DiCaprio,
mínum mati, sko. Já. Þú veist, og þá er ég að tala, það er líka svona skemmtani gildi í myndunum og svona, en ég meina, svo er leikari eins og Daniel Day-Lewis, ég meina, hann er aldrei klikkað sem leikari og jafnvel Christian Bale, en mér Christian Bale mér hann ekki alltaf taka skemmtilegt hlutverki, en mér Leonardo DiCaprio er yfirleitt í skemmtilegum myndum og gera það ógeðslega vel. Maður tekur öllum DiCaprio myndum. Já, en það er út af því hann er með eitthvað, þú veist. Ég tekka ekki öllum Robert De Niro myndum. Nei, en maður gerði það í fucking gamla það, þú veist, og bara Goodfellas, Casino, Raging Bull, þú veist, Gegg og Cape Fear, geðveikur leikari. Og jafnvel þegar hann fór, þú veist, í Analyze This, sem var svona grimmynd, maður hann leik mafjósa sem var á sólfræðingi og eitthvað. Það er bara skemmtileg mynd, sko. En svo fór hann út í eitthvað Meet the Fockers 3 eða eitthvað svona. Meet the Fox. Já, Meet the Fox, Meet the Little Fockers eða eitthvað svona. Og þá fannst maður bara að missa það. Og ég þoli ekki að fólk gerir þetta. Þú veist, maður en, ok, að taka dæmi ömulegu gaur sem hann gerir síðan góða mynd og þá er maður alveg, ok, djöðlana fucking góður. Adam Sandler. Þetta tala um hana James, Geggjumynd. James. Klikkaður í henni, sko. Þetta var mjög góð mynd. Mér fannst þetta ekki skemmtileg. Fannst það ekki? Mér finnst það geggjuð. Já, en þú veist, ég skal útskýra, þú veist, það að mér hefur ekki finnst það skemmtileg, er ég samt að segja að myndin náði ætlunarverkinu sínu. Þetta er náttúrulega bara mynd, þér á bara að líða ömulega allan tíman, sko. Já. Þú veist, og hún náði því. Anda Sandler var geggjaður inni. Mér fannst endirinn náttúrulega taka hann á allt annað plan. Ef hann ekki enda svona, þá hefði mér ekki finnst þetta mynd svona góð. Nei. Þannig að, þú veist, mér ástæðan ekkert eitthvað klikkuð. En, jú, Adam Sandler er góður leikari. Ég fatt ekki hvernig gaurinn sem gerir Happy Gilmore geti gert svona lélega grimmyndir. Það er að því að hann er alltaf bara hakka vel á peninga. Skilur, hann er bara hakka inn peninga með að gera eitthvað viðbjóð, skilur þú? Já, þú veist, ég skil það, en þú veist, ef þú ert milljónamæringur í hans tilfelli, ert ekki með neitt svona, já, ok, þú veist, mér langar núna með bara að gera cool stuff í staðin fyrir að fá 1 auka 0, skilur þú? Ég held ekki, að þú veist, ég myndi alveg ég held að þú myndir ekki ég myndi fyrir miljard myndi ég en ef þú alveg átt marga milljarða, skilur þú? Ég get ekki, það er svo erfitt að ímynda það, sko, að þú veist en ímynda, settu þetta í hlutunni þín þú fengir 100 áskatt fyrir að gera eitthvað drasl, skilur þú? Sko, við skulum hafa á hreinu að 100 áskall gerir ekki fokkin neitt fyrir mig, sko. Nei, en það er að segja að fyrir honum hann er orðinn það ríkur, ég er að setja eitthvað hlutfallslega, skilur þú? Já. Að þú veist, 100 áskatt fyrir þér er kannski $1 million fyrir Adam Sandler eða eitthvað. Pældi hvað það er mikið geð ekki. Ég meina, þú veist, hefur ekki heyrt þarna Pældi, veistu að ef þú myndir vinna í lottón í hverju einustu viku þá síðan að Kristur fættist þá eru samt ekki að bríkur á Jeff Bezos. Það er svo röggla dæmi. Pældi því, þú myndir vinna the megapot, $70 million í hverju viku eða eitthvað. Pældi hvað er galin pæling að það sem við höldum endalaust að öll okkar vandamál lægist með eignast meir peninga, það er bara, það er svo mikil mýta. Pældi það, veist, þetta liðir að díla við alveg, ef ekki verri vandamál en við, skilur við? Já, og líka álag sem að ég held að við viljum ekki. Ég held að sé ekki gert fyrir neitt að vera frægur. Ég man ekki hvort þau var rætt á þér. Ég held að enginn á jörðinni hafi gott að vera frægur. Veist, ég er alveg 100% saman og ég held að svo sem ég er ekki að tala um að margir get ekki notið þess að vera frægir, en ég held að í grunninn sé manns heilin ekki þróaður, veist, at this point til þess að verða þekktur og fá mikið jáum og vera óríkur. En er það ekki eitthvað bara búið að sanna það bara, basically? Veit ekki. Ég held að fokki er alltaf upp, sko, nema sért bara nema sért bara nóg gaman söngurinn Coldplay eða eitthvað, skilur. Já, en ég meina, fokkaði hann ekki hann pínu upp líka? Pottet, skilur, hann bara virðist vera. Já, ég meina, ég var að hlusta á eitthvað gamla sögur. Hann er pottet eitthvað, að láta perrast í sér eitthvað ógeð, sko. Ég held bara að þetta gjörsamlega brengli þig. Ég verð brenglaður á því að fá mikið af rósum, sko. Já. Og ímyndaðir er bara allir dýrkað og alltaf í fjölmiðlum og, þú veist, þetta er svo... Pældu í því hvað Drake, til dæmis, lifir. Hann lifir náttúrulega alvöru lífi á sínum standardum, en heldur að sé einhver tíman einhverja vinum sem segja honum alvöru hlut. Já, ástæðan fyrir því er að þetta er allt mikið æsku vinnum hans í kringum hann. Já, heldur það samt, þú veist, hefur ekki hort að vídeo það sem Ninja segir, Guðrún og Díantúrt fyrir að spila körfubolta við Drake og eitthvað? Já. Hefur ekki séð þetta vídeo? Já.
það sem hann segja bara, þeir eru allir að spila körfu, hvert sem Drake skýtur á körfuna, það eru allir eitthvað, wow, it's amazing shot, ok, cool, man. Veist, heldur að sé ekki eitthvað svona smá keppni innanborðs hjá þeim að vera fucking simp bitches að fucking hjálpa, eitthvað svona. Ég meina, eins og 40, skilur mig. Já, ok, 40 kannski, veist. Ég held að þeir eiga alveg svona, bara sín á milli og, veist, ég ætla að vona að gæinn eigi eitthvað svona real ones. Já, þetta á hann eitthvað real ones, en heldur að samt að gaurar eins og Óvi og Brian, svona besti vinnur hans ekki alveg að passa sig að hafa Drake góðan, skilur við? Alveg bara 100%. Heldur að hann myndi bara fara að ranta á hann einn daginn, skilur við? Já, líka... Ég held ekki. Hvaða artisti var það, Drake gerði eitthvað lag með daginn, fuck, ég manni hvað hann heitir, en hann basically bara, gæinn sagði, hann var DM-a við Drake, og Drake var bara, hey, það er bara COVID og sendum við bara beatu núna, og svo sendi hann bara inn á við sólarhring, bara versið sitt, og þá sagði gæinn, bara, vá, ok, shit, maður, ég hef komið Drake feature, maður, núna eru hlutur að fara að breytast. Og þeir gjörsamlega umturðnist fyrir hann, skilur mig. Þú veist, að Drake feature er alveg legendary hlutur í rapgeiminu. Að ef þú færir Drake feature, þá verður það bara sett. Finnst þetta ekkit frekar magnað fyrir bara? Að þú veist, hann getur bara stjórnaði hvort að... Hann bjóti Lil Baby að mínum að því. Hvaða track var það? Það var hvað hétt aftur? Lambo, Pikachu, eitthvað Pikachu, nei, hvað ég manna ekki, það var hann er búin að gera 3 lög með Drake, held ég. Þetta er held ég ennþá vinsasta lagið hans. Þetta lag? Þetta er á. Tjekka á Drake líka. The schedule busy, my head in a hoodie, my shorty a goodie, my cousins are crazy, my cousins like boogie. Life is amazing, it is what it should be. Been here for 10, but I feel like a rookie. I tell her look up, cause it's snowing in Tussies. Booked for 3 years, man, you can't even book me. It's me and Lil Baby, this shit going crazy. Weezy produced it, and Weezy F made me, and she held it down, so she got a Mercedes. Your Money Records, the Army, the Navy, and Laður. Geðviks. Já. Og spotta svona, hann er alveg búin að vera svona pæin í þessu. En herru, förum að klára þetta. Ok, gera. Peace.